Í ár von á alltaf 11 leiknum þáttaröðum í sjónvarp, en það töluvert meira en nokkru sinni fyrr. Sjónvarp Símans framleiðir 6 þessara þáttaröða, eða rúman helming. Sýningar þegar hafnar á þeirri fyrstu, gaman þáttunum Kennarastofunni með Kötlu Margréti Þorgeirsdóttur og Sveppa. Ég get alveg lofað ykkur því að það verður ekkert bara spilað á einhverja blokkflautur eins og við erum búin að gera síðustu ár. Við kemum örugglega betur út ef allir kennararnir væru með hönsluréttindi. Já, einmitt, þú ræður þennan gaur. Hvað að gerast þetta? Ég yfirmaðurinn ykkar! Ég spurði Birki Ágústsson, dagskrárstjóra innlendrar dagskrárgerðar hjá Símanum, út í þessa miklu framleiðslu, hvers konar efni þau leggi áherslu á, samstarfið við kvikmyndagerðarmenn, skapandi fjármögnun, samskiptin við áhorfendur og síðast en ekki síst hina vinsælu þáttaröð venjulegt fólk. Haltu kjafti! Vertu ekki að fucking djóka! Haltu kjafti! Út af þér, ég búinn að fá alla þessa gæja hérna saman og þar á meðal herra fullkominn bróðir. Þú veist ekki hvað hann tens og þetta ekki að fara að klúðast. 4 af 6 þáttaröðum í fyrra, 6 af 11 þáttaröðum í ár sem Síminn að framleiða. Þetta gríðarleg framleiðsla. Hvað kemur til? Þegar við skoðum gögn og áherslutölur 7 ára aftur í tímann, þá ákveðnar vísbendingar það hvers konar efni virkar á okkar áhorfendur. Og við sjáum að leiki íslenskt sjónvarpsefni klárlega það sem trónir á toppnum. Þetta efni sem kemur með ákveðið ruðningsáhrif inn í efnisveitun okkar. Hún býr til aukið áhorf, hún býr til fleiri viðskiptavini og hún býr til meiri auglýsingasölu. Og þannig að við tókum það ákvörðun að vera með færri en stærri flugelda og það eiginlega vegferðin sem við erum á í dag. Can we feed them something? Maybe him. Ef þú horfir yfir sviðið varðandi efnisáherslu, hvers konar efni viljið þið helst vera að sýna? Við viljum sýna bæði léttmeti, eitthvað sem þægilegt að horfa á, eitthvað sem auðvelt að framleiða hérna á Íslandi. Og svo viljum við auðvitað sýna stærra efni sem með meira kjöt á beinunum, skilur meira eftir. Stærri framleiðsla sem þá þurfum við að fá erlent fjármagn inn í verkefni. Það eru ekki allir jafn ömurlegir og þessar persónur í bókunum þínu. Hvaðan heldur þú að ég fá innblástur? Nú ýmsar þessara þáttaraða gerðar án stuðnings kvikmyndamiðstöðvar. Hvernig þá fjármögnuninni háttað? Þá verkefnið fjármagnað algjörlega frá Símanum og að sjálfsögðu með endurgreiðslunni. Heildarframleiðslukostnaður getur verið frá 60 milljónum upp í kannski 180 milljónir. En þar af leiðandi þegar Síminn að sjá fulla fjármagni þá fækkar verkefni sem Síminn getur farið í. Why must I be a teenager in love? Hvernig vinnið þið með þessar takmarkanir sem minna fjármagn hlýtur að skapa? Það að setja einhvers konar viðmiðanir varðandi stærðin á verkefninu eða hvers konar verkefni og svo framvegis? Það sem við búum vel við hérna heima að framleiðendur eru mjög skapandi, eru mjög útsjónarsamir og handritsskrefin þurfa ofta að fylgja budgetinu og þar af leiðandi erum við kannski að taka upp þáttaræðir á minna krúi, færri location, færri tökudagar. Þetta mjög krefjandi fyrir framleiðendur. Við erum ekki að fara að stofna boyband sem heitir Ice Guys. Jú. Hvers konar viðbrögð fáið þið frá áhorfendunum ykkar, áskrifendunum ykkar, varðandi þetta efni? Og hvar kemur það fram? Er það senda ykkur posta eða hringi ykkur eða hvernig vitið þið hvað fólk að hafa gaman af eða ekki? Fyrir utan auðvitað þið sjáu auðvitað hvað margir að horfa á. Fyrir utan, við sjáum náttúrulega áhorfstölur, við sjáum líka brottfallstölur. Það svona það sem ég horfi kannski mest í og þegar brottfallið dregst saman þá sjálfkrafa fyrir áskriftafjöldin okkar að aukast mjög hratt. En jú, við fáum líka símtöl, fólk að hringja inn og hrósa efni og þjónustuverið tekur vel á móti því og fólk líka mjög duglegt að láta hvít eða líka illa við.
Manstu þegar við sömdum fyrstu lögin okkar í bílskúrnum? Og nú erum við hér. Hvað segir Dánurinn? Þegar þú segir brottfallstölur, áttu þá við þegar áskrifendur eru dett út. Já. En hvað með, þið hljóti líka að sjá bara sko rauntímatölur á sko, hversu lengi fólk að horfa og hvenær það dettur út úr þætti? Jú, við sjáum það. Og eftir því sem mælingarnar verða betri, því betri verður við að taka ákvarðanir. Við sjáum hvenær hættir fólk að horfa. Við getum séð af hverju er fólk að hætta að horfa. En hversu mikið stýrir þetta efninu sjálfu? Eins og staðar í dag að engu leyti. Að engu leyti? Ja, þú veist, ok, ef þú horfir á mig, ég er ekki handritshöfundur, ég er ekki framleiðandi, ég er ekki kvikmyndagerðarmaður. Nei, þið eru ekki að taka upp síman og ringja í handritshöfundar og segja það eru drop á hérna á mínútu 32 og sjáu hvað er að gerast þar út með svona senur. Nei, en við gefum þeim aðgang að gögnunum að sjálfsögðu. Ég vil ekki hafa áhrif á skapandi hluta handritshöfunda eða leikstjóra. Það er ekki mitt hlutverk. Við erum að ráða til okkur fólk sem við treystum og viljum vinna með, og við þurfum bara að treysta því að þau skili efni sem við viljum fá. Og það hefur gengið vel hingað til. Er planið að halda þessu áfram, þegar segja sko, það voru til næstu ár, að halda þessum fjölda þáttaraða, leikina þáttaraða í gangi frá ári til árs? Já, það stendur til að halda áfram með þennan fjölda og við erum þá að sjá kannski 3 leiknar þáttaraðir fyrir hluta árs og 3 leiknar þáttaraðir seinni hluta árs. Þannig að, jú, stefnan er að bæta í ef eitthvað er, sko. Að lokum við hérna tölum aðeins venjulegt fólk. Nú var 6. sirpa að fara í lofti í desember og það hefur aldrei verið annað eins gert. Aldrei jafn margar sirpur af nokkur í íslenskri leikinni þáttaröð. Hvað heldurðu að sé á bakvið þessar vinsaldir? Hvað er það sem fólk er að tengja við? Það lítur að vera að fólk er að horfa á þetta, annars myndið ekki vera að framleiða svona margar sirpur af þessari þáttaröð. Ekki satt? Það er rétt. Handritshöfundar þáttana hafa verið mjög einlægir í skrifum. Þetta eru karakterar byggðir á eigin persónu, kannski svolítið yktir eðlilega og fyrsta verkefni Fanna sem leikstjóra. Ég held að einlægni handritshöfunda og framleiðanda hafi svolítið skilað sér í efninu sem að ég held að áhorfendur þykir vænt um og þeim hefur þótt vænt um karakterana í þáttunum líka. Kósi. Arna var res. Já, hann var res. Í lokinu á síðasta þættinum þær byrjaðar að tala um að gera bíómynd. Ég veit ekki hvort við séum í kvikmyndabransanum, en það kemur í ljós. Hvað eigum við að gera næst? Vá, ég veit það ekki. Nei. Gera bíómynd? Konu sem heldur hún sé á breytingaskeiðinu en kemur í ljós að hún er bara snarung og snarúlitt og vinkona hennar sem er dálítið tæp stundum. Já. Lendir í smá krísu, rakar af sér hárið og drekkur aðeins svo mikið en er að vinna í því. Já. Ég hef engar áhyggjur af okkur. Nei. Súkkulaðikaka. Yes. Nice. Nice.